Það langur þessi föstudagur. Já. Föstudagurinn langi. Heyrðu, já, þetta sá. Við tökum okkur ekkert frí, pingjumenn. Nei. Enda vinnu alskar af guðsnáð. Föstudagsmorgun, þú pínu þunnur, sé ég. Já. Nýtur öll svona frí að vera fullur. Það ekki. Að bera nefna það að þátturinn í dag, hann verður svona dálítið tímalaus. Já, það er bara nýtt dagtu tíðanandan. Já. En herðu, við fórum nú á Jómfrúna á föstudaginn, maður minn. Já. Það er alltaf sama afbragðsupplifunin þarna. Og þegar ég sá þig koma með 2 Carlsberg. Hann sagði, má bjóða bjór? Já. Aldrei einn. Alltaf 2. Eitt fyrir mig, eitt fyrir hann. Ný regla á Jómunni. Ef einhver mæti seint, ágæði. Það er bara átó. Já. Við keyptum það sko, en það var nú ekki drukkið því miður. Nei, hann er það spiltur þessi lögfræðingur. Hann virðir ekki einu sinni fokkin reglurnar sko. En Jómfrúin miðstöð viðskipta samninga. Við skrifum undir samninga á Jómfrúnni, gamla því. Þú póstaðir henn aldrei. Herðu, ég með hana, fínust að mynd. Það þurfum að láta hana fylgja með þættinum. Svo fór ég á kynninguna færsluhyrning fyrir fáfróða með Teia. Já, herðu, innmitt. Og þetta er frekar einfalt að fara í viðskipti við Teia. Þú sækir á heimasíðunni TEYA. Þetta er föst prósenta. Hugsaður, ég var ekki búin að átta með það, en margir vinnendu engin dulin eru með mismunandi gengi, erlenda kortafæslur og annað. Þannig að bara þú ert í ferðaþjónustu, veitingastað, einhvers staðar erlend kortafælsta, þá fyrir Teia. Því að annars átt á hættu að vera að borga miklu hærra fyrir erlend kortafælsta. Já, pældi því rugli. Hvernig er því? Svo er annað. Heia Teia. Já, þeir eru með innlenda þjónustu og það er engin þjóðurinn sem gæði mér, en ég vil fá að tala með einhvern Íslending. Já. Og ég ákvað að taka erfiða gæðin. Þegar svona flókin mál er að ræða, þá er oft bara svona eðlileg krafa að geta rætt þetta á íslensku. Já, og ég tók erfiða gæðin, sem ég ger oft sko, þá skýt ég úr öllum cylinders sko. Segir maður það ekki, firing out of all cylinders. Veit ég ekki. Já, fer í chatið, hringi, sendi e-mail, fer á Messenger hjá Arnarsvein. Já, bara tekur þetta yfir bara. Og það voru allir bara, heyrðu, hann þarf að fá Þórhall Kára. Þannig að ég fæ bara númer hjá einhverjum gæja, Teia. Hann hringdi í mig þá til ég svaraði. Sagði sæll, hérna hjá Teia, hvað vantar? Og hann bara hjálpaði mér. Afgreiddi málið. Færsluhyrning fyrir fáfróða. Teia.is. Hann var ekkert á Jómmunni með það eða nokkuð. Jú, Arnór Sveit fór yfir þetta. Já, hann gerði þetta þar, já. Og svo Karlsbergin, alltaf 2, muniði það. Ekki gleyma því. Ég var síðan að reyna að plata Þórhall í gufuna sko. Hann sagði bara, ég er að vinna kallinn. Ég er ekkert að fara að hitta því í gufu núna sko. Þú og þessi gufu. Já, ég sagði, þú kemur bara í gufuna. Að lokka marga inn í gufuna. Já, það er farið að sitja fyrir okkur í gufunni. Ég þarf að skipta gufu. Það er pingjan. Getum við ekki byrjað að rusla yfir Icelandair eða? Af hverju? Út af því að sko, það er allir að rusla yfir og fyrir að hafa ekki brugðist ná fljótt við að Ísland-Úkraína var á þriðjudaginn. Ég er fokkin brjálaður. Stóri hristingurinn er núna á þriðjudaginn og það er ekki búið að blása út. Þú veist, engin auglýsing eða neitt með að vera að flytja okkur út. Hvað ruggla það? Þú ætlar að taka þetta alla leið og koma Icelandair inn í það. Já, ég meina þetta er búið að liggja fyrir núna í tæplega 3 mánuði að 1. eða 2. apríl væri dagurinn. Af hverju er ekki búið að auglýsa einhverja páskaferð nökkver að koma? Þú veist, páskaungin kemur heim og allt það. Shit, maður. Viltu útskýra eitthvað nánar hvað þetta er sem þú átt við þetta? Stóri hristingurinn er út í London í næstu viku. Það er ekki búið að plana eina ferð. 7 á Richter. Já, 7 á Richter. Ég hef nú líka haldið að arkitektinn úr áttunni og fleiri myndu standa með sínu manni þannig. Arkitektinn, já. Var það ekki það sem þú kallaði þú varst að kaupa? Eins og ég sagði við þig að þá var ég á fundi með honum núna bara mjög nýlega og hann sko hefur ákveðið að framlengja. Ég er náttúrulega átt að með á því að þetta er í öfuru tímaröð. Það er rétt. Svo þeir sem heyrðu fyrst núna, brandarinn minni fallinn sjálft sig. Já, það er nú allt í lagi að hafa hann á 2 Nökkvi að framlengja. Fáum einhverja daga eða mánuði? Nei, hann nefndi það nú ekkert sérstaklega, sko. Hann sagði að þetta væri það besta sem hann hafi nokkuð tíma gert og ég sá að hann glóaði allur, maðurinn. Hann glóir. Heyrðu, ok. Sko, það verður að segja stælinsver. Það er búið að vera smá gúrkutíð núna. Nei, hvað meinar þú? Við erum að taka
Jó, það er búið að vera grútið. Já, ég meina, þú veist... Allt vittlust yfir TM, Lilja Alfreðs sem var ekki Suður Kóru, þetta er Norður Kóru. Ég veit það var náttúrulega mest svona þungamiðan í síðustu viku, sko. Já, reyndar. Og núna erum við stattir inn í, sko, við erum ekki hálfnaðir með þessa viku. Við erum í dimbilviku. Já, við erum í dimbilviku og þannig að, sko, við ætlum að reyna að hafa þennan þátt dálítið svona tímalausan. En það var ein frétt sem ég... Allir snjöllustu launþegar landsins ekki búin að opna tölvupóstin hjá sér alla þessa viku. Manstu, við fórum yfir til byrjun ás. Núna, ef þú ert á vinnustað og varst að vinna í þessari viku, lítu kringu þig, þeir sem voru ekki vinnu þessari viku, þetta er allt snjallastu fólki sem ég er að vinna með. Bara fólk með reynslu, skilur. Heilu hálfu stofnarnar, ráðuneytin, stórfyrirtækin. Þetta er fólki sem þú átt að vera að læra af í lífinu í dag. Það er að póka sér frí í dimbilviku. Og ekki gerðu við það. Þannig að við erum vinnu alltaf. Já, bara sko, næsta mál. Það var ein frétt sem fór fram hjá mér í síðustu viku. Já. Gæti verið hún hafi komið aðeins inn eftir að við tókum þáttinn en þessi fyrir svo gjörsamlega blasti við mig núna. Ég var að skróla niður fréttasíðurnar. Lilja setur 100 milljónir í að leiðrétta erlendan fréttaflutning eldgosi. Já, Lilja Alfreðs. Já, varstu búin að sjá þetta? Nei. Sko, svo sem hef ekkert alltaf mikla skoðanir á þessu en sko þetta er náttúrulega ótrúlegar fjárhæðir í svona verkefni sko. Já, akkurat. Ef við hugsaum út í það, peningurinn er að renna hérna til Íslandsstofu, áhrifavalda og fleiri aðila. Já. Og maður veldi því fyrir sér hvernig þetta verður framkvæmt sko, hvort að þú veist, áhrifavaldar, ok, er verið að fara að borga erlendum áhrifavöldum, því að Guð má vita að þeir eru margfalt dýrari sko. Já. Þeir eru örugglega talsvert hærra fjármagn. Það er ein sem mitt eftir í hug, hún heitir Kiana, veistu hver það er? Ég hef heyrt það, já. Já. Hún og Ása eru svona stærstar hérna heima. Já, Ása, já. Ása Steinars. Væru þær ekki bara svona ágætt til að leiða þetta? En þú veist, jú, fjandinn, og hvað segirðu? Nýja stærsta nafni, Garpur. Já, Greipur. Greipur jokes. Já. Hann er svakalegur, hann er með svakalegt fylgi. Þetta er líka bara, þetta er góðu gaur, býr á Eskifirði. Það þarf ekki að sitja mikið peningi í þetta lið til að bara... Já, þú veist, hvað veit maður? Ég veit það ekki. Hvað ætli hann, þú veist, hvað ætli hann taki fyrir eina byrtingu? Ég veit ekki. Gaman að komast í þessar upphæðir. Því að fjandinn hafði hann með 1,3 milljónir og þetta er akkurat plattformin sem ætti að borga honum fyrir að auglýsa sko. Já, akkurat. En þú veist, ég svo sem fór á stúfan aðeins og talaði við menn og konur í kringum mig og bókunarstaðan er bara í toppmálum fyrir sumarið sko. Það verður að tala um að sé eitthvað svona aðeins öðru sem minnstur en þú veist, ég held að þetta sé ekkit eitthvað. Já, hvernig ætli þetta komið til? Hver er það sem segir bara, heyrðu við þurfum 100? Já, það er sér að velta fyrir mér. Þú veist, er bara einhverjum upphæðum slengt þetta fram. Já, því að ég hef heyrt sama. Tökum bara 100 milljónir, þú veist, þetta er ekki tilviljunarkennt tala, þetta er bara svona, þetta er bara 100 milljónir. Sko, annarkvort er þetta ekki tilviljunarkennt eða algjörlega tilviljunarkennt, því að þegar þetta er ákveðið þá vita þau ekki neitt. Já, þetta er augljóslega ákveðið ekki á einhverju reikniformúlu, þetta er bara svona ákveðið á fundi, já, setu bara 100 milljónir. Já, akkurat. Þú veist, þetta er svo, mér finnst þetta svo steikt eitthvað. Já, ég er alveg sammála. Það fari í einhverja herferð til að leiðrétta fréttaflutningum eldgosi. Það er náttúrulega líka það sem að, ok, mér finnst það alltaf mikil peningur, svo sem, sko, og finnst svona hálf steikta ríkisstjórn, eða þú veist, bara ráðuneyti sé eitthvað að beita sér í þessu, sko, en það sem maður hefur vissulega séð, ég sá Tóti Páls tweetaði þessu einu sinni, að það var svona möttulstrókur sem bara lá upp að eyjunni í Íslandi. Þú veist, þetta var einhver bara svona áróðusfrétt, bara hér ríkti neyðarástand og það bara möttulstrókur beint úr bara möttli jarðar og bara inn á mitt Ísland, bara eins og Ísland væri bara að fara að gjósa, bara eins og að leggu sig, sko. Nei, bara, þú veist, gott dæmi kannski eitthvað svona áróðusfréttaflutning, bara þau vita ekkert hvað er að gerast hérna, sko. Bara einhverju örfáum ferkílómetrum hérna á Reykjanesinu, sko. Já. En þú veist, það er ekkit sko, að því sögðu þá er það náttúrulega mjög svona hvað segir maður Jesús, ég á ekki íslenska orðið yfir þetta, bara svona það er ekki hagstætt fyrir okkur Íslendinga að sko flugvöllurinn skuli akkurat vera staðsettur bara þarna þar sem að gosin eru, sko, þú veist, á Reykjanesinu á svipuðu svæði, sko. At this moment, sko. Þannig að það er ekki að hjálpa okkur, sko. Nei. En eitthvað til í því. Sko, já, fréttir, það eru nú auðvitað einhverja fleiri fréttir svo sem, sko, en þá er örugglega eitthvað eftir að gerast þannig að þessi þáttur kemur út, en samt ekki. Ég meina, það er einn dagur eftir þegar þetta tekið upp. Já, ég sá eitt áhugavert, stálu peningakassa úr peningaflutningabíl. Já, það var á mándaginn. Og
þetta sko maður velti fyrir sér hvernig gerir svona? Hefur þið séð hvernig þetta er í Bandaríkjunum? Nei, bara skotin á færi að þú kemur nálægt bílnum sko. Aha. Já, þetta er bara þvílíka öryggisgæslan sko. Og maður velti, eru menn með byssur, þú veist, í þessum erindagjörðum þegar þeir eru sko hérna heima? Já, að verja. Ekki hugmynd sko. En maður hefur oft séð menn í bara þvílíkum stunguvestum og svona labba með þessa peningakassa sko. Já. Hefur ekki séð þetta? Nei, ég er nefnilega bara, ég man þegar ég var að lobbyistast þegar í Borgartúni, þá sá maður oft þessa bíla frá þegar við vorum að fara í Landsbankann, það var hana Já, sem að var síðan rændur held ég 2018 eða 19 Já, það Já, en ekki peningabíllinn sko. Nei, en jú, þetta er rétt en sko, yfirleitt er þetta held ég bara fólk frá Securitas eða öryggismiðstöðinni sem að þetta er bara venjulegt fólk Þau eru ekki með byssur sko. En maður velti fyrir sér, þú veist, hvort það sé einhver svona aukin heimil til að vera með byssu einhvers staðar í bílnum eða eitthvað, þú veist, það er þannig hjá lögreglunni Já, en eftir með eitthvað djúsum hvað er það mikið kass? Nei, rauninni, það stendur bara hérna umtalsverði fjármunir Já, einhvers staðar stóð þetta hafa verið milljónir Já, væntanlega, þú veist, þetta er bara það er ekki alltaf einhverjar milljónir í þessu, ég vil 20 milljóna Nú verður gaman að vita hvað allir sé fljótast að leiðin fyrir Þetta er bíl bara frá öryggisfyrirtæki það er ekkert flóknar það Já, þú veist, ef þú hugsaður út í það hvað allir sé fljótast að leiðin fyrir glæpamann með marga milljónir að koma í umferð Þú ert ekki að fara með þennan pening út, held ég Þú veist, þetta er náttúrulega að deyja út þú veist, þú glemdi að fremja bankarán í dag þú veist, það er bara Já, þú veist eins og þetta Hvað heitir þetta? Öryggisbílarán? Já, en þú veist, en ég er að segja bara þú veist, svo er ekki bara það að það er skortur á kassi að þú veist, það er bara minna af því einhvern veginn í umferð að þá, sko, hvernig að koma þessu bara í verð, sko, eða þú veist, að geta keypt eitthvað fyrir þetta, sko, það er náttúrulega orðið sífellt erfiðara, sko. Já, bara eins og við sáum hérna, ég held, var það ekki Bíkó eða Húsasmiðan? Já, þú veist bara... Vildi ekki lifa verktaka borga 100 skall? Áræðilega konun á þig, kallum. Já, þannig að það verður áhugavert að vita svona hvort þessi glæpamenn hafi hugsað þetta alveg út í gegn bara, heyrðu, við tökum hérna verðum með einhverja milljónir og svo bara, eða bara situr á þeim þú veist, þetta er bara 10 skall í hjóli og englis alla helgar hann getur drept sko. Þú veist, ég veit ekki þetta fer bara svona við þurfum meila að fá spalla í þáttöngtum að ræða okkur aðeins meira Hvítvottinn? Já, gott peninga þetta Taldu það, við vorum með Þetta verður að gera það Já, þú veist, fólk áttar sér illa á þessu, sko, bara svona, hvað er að þvó peninga, sko. Já. Ekki það að við viljum vera eitthvað hérna, einhver hvati til þess, sko. Nei, þetta er bara svona ógeðslega áhugavert. Já, ég sammála því. Bara hvernig, þú veist, og þetta hlýtur að vera sífellt erfiðara, sko, og mun á endanum, væntanlega, bara, þú veist, færast kannski yfir í, við höfum rætt það, bara í kryptó eða eitthvað. Já, heyrðu, talandum, við tókum, ég var með umfjöllun síðustu viku, við ræddum þetta, hérna, svona algeng scam. Já. Og pig butchering scheme Svo á tjattin okkar, Deep into Pingjan í gær Póstar gæi Herðu Ég veit ekki hvort við viljum nafngreina hann Hann veist kannski verið nafnið þarna Kallum hann Herra Seta Herra Seta Hann segir okkur á því Þetta er bráðsniðut sko. Hann er búin að vera að joina svona schemes Semst svindl í gegnum Telegram grúpur Þannig að ég átti alltaf svo erfitt með að átta mig á bara, þú veist, hvað er gateway? Það er greinilega Telegram Það er á Telegram í einhverjum hópum Þá dettur inn í svona og þau eru að fá þig til að fjárfesta í einhverju og þú græðir fyrst þú veist, eins og ég skildi hann þú plattaði að setja $20 í eitthvað græðir og þá setur þú meira næst þú veist, svona, þau eru að fitta þau upp eins og við fórum yfir nema okkar maður er yfirleitt bara að taka hagnaðinn af fyrstu $100 í hverju grúpu sko. Og eitt smátt gerir eitt stórt Þú veit að skamera Já, basically sko. Þannig að það er alveg málstæður sem vert er að styðja sko. og burt sér frá hérna öllu kúunamálunum á því ef þið lendi í svona þá er mögulega best að lappa bara burt eftir fyrsta hagnað Þú veist, það er bara hann að ráðlegging Já, það er bara gott að Ég meina bara eins og hann er bara á milli grúpna og kannski ekkit besta tímakaupið Nei, en þú veist, það er bara líka tilfinningin að skamera Þú ert að vinna í bara góðra málefna þá Já, rétt Herðu, svo náttúrulega verðbólgan auðvitað, hún er að aukast hérna Þetta er frábæru fréttir fyrir húsnæðislánaeigendur Já, sem er með verðtryggð lánum Getur þú reiknað fyrir mig svona höfuðstólun á kannski 50 ára láni Nei, 50 milljón krónar láni Það er 0,8% hækkun á vísitölu neysluverðs milli mánaða og maður velti því svona fyrir sér hvenær þetta ætlar að fara að róast verðbólgan er náttúrulega að hækka meira sér núna sko var komin niður í 6,6 og 6,8 núna en þetta er svona trenda niður við sko
þetta að trenda niður við. Já, hvað sem Ertu með greiningu? 360 gráðu greiningu? Nei, ég ætla bara að leyfa Seðlabankunum með það, en þau klikka alltaf, þannig að það spurti hvort maður þurfi ekki bara að fara að taka þetta í hvernig var spáð? Við náttúrulega vorum í postlistanum alltaf sko, við vorum með vísitölupingunar. Já, alveg rétt. Og svo eignavísitöluna líka. Já, auðmannsins sko. En það spurti hvort maður ætti að fara að henda bara út spám og sjá hvort maður sé ekki, Já, hvort þið séum betri, náum betri spám heldur en Seðlabankin og bankandir og... Já, ég veit ekki. Bankandir eru nokkuð segir í þessu, er það ekki? Já, nei. Ekki? Já, þú veist, þetta náttúrulega bara spá, skilur, fjandinn hafið það. Þetta jú, þetta hefur eitthvað hitt á, en það eiginlega magnað að sjá hvað Seðlabankin hefur verið rosalega off í þessu, sko. Var það allavega, sko. En allavega, þetta eru bara frábæra fréttir fyrir skuldlausa aðila með verðtryggða innistæðureikninga, en slæma fréttir fyrir aðra. Hvernig myndir þú lýsa þessu? Er þetta eins og að vera alltaf að labba í hvítum jakkafötum í partí? Hvað þá? Þú hittir bara x oft í gegn. Já. Þú veist, eins og Seðlabankin er bara alltaf að fara í eitthvað teiti í hvítum jakkafötum. Bara alltaf bara í Þú veist, Ásgeir er bara alltaf í full white suit. Bara í einhverju Skilur þú hvað við? Já, bara í einhverju svona, jafnvel bara einhver lítil partí sem er ekkert með eitthvað dresskót, að mæta samt í hvítum jakkafötum. Þrítugsafmæli og svo ferming og eitthvað, alltaf í hvítum jakkafötum. Mæta í hvítum kjólfötum, jafnvel. Þú veist, og því að stundum hittir þetta í gegn, maður hefur alveg séð það einhver nettur í hvítum jakkafötum, en ef þú séð hann oft í þeim, er þetta svipað? Ég veit það ekki. Ég var heitari með Seriós í síðustu viku. Já. En þetta er pæling. Það var skemmtileg hjá þér. Herðu, Dokkubit náttúrulega með okkur auðvitað líka. Já. Og eins og við nefndum síðast þá er það er bara, það er búið að kaupa þetta. Já. Það er búið að kaupa þetta upp. Já. Fólk veit hvað er í gangi. Já. Geggjulaust. Ég líka sko, ég ætlaði að mæla með hennu. Ég er með pakka hjá þeim. Og þetta er svolítið flott. Ég held að fyrirtæki geta alveg tilengað sér þetta. Já. Að setja á reikningin, þetta var svolítið sniðut. Byrju, segðu eitthvað frá þeim, ég ætla að finna reikningi frá þeim. Já, þetta er náttúrulega bara að stuðla að útrýmingu pappírs og penna, sko. Já, heyrðu, þau eru með pakka sem heitir fagfólk. Já. Og það var svolítið jákvæð tenging fyrir mér þegar ég sá það. Ég er fagmaður. Ég er fagmaður í faginu hjá Dokkubit. Já, það er svona að gefa þér einmitt. Þetta er mjög jákvæð uppbygging. Þetta er góð, jákvæð og góð uppbygging. Og mörgum finnst pirrandi að fá reikninga sem stendur bara áskrift. Fagfólk. Ég upplifa, heyrðu, ok, það er verið að rukka mig út í að fagmaður. Skilur þú? Það er ein leið til að horfa það og ég er réttalega innan mínum mati. Og ég meina fyrir margir sem er litlir í sér og svona, fá reikninga, ef þú sérð þetta, ef þú ert fagmaður, hérna er reikningur fyrir fagmaður, þá svona, já, þetta er rétt. Jákvæð uppbygging. Og hvort sem þú ert viðskiptavinur eða, já sko, hvort sem þú ert bara neytandi eða viðskiptavinur, sko, þú veist þá bara skráðu inn á Dokkubit og taktu þátt í framtíðinni. Herðu, þú varst með einhver umfjöllun í búði Hafsins, þannig að við geymum það, en við verðum að koma inn á kreditinfo. Það er búið að RSK er búið. Sko, ekki RSK trixið er dögt. RSK trixið, ef við útskjörum það, var þannig að þegar vorum að skoða ásetninga, blessu minning þeirra, síðast við var tekinu upp á þriðjudaginn, Háberg, ágætt þáttur, svo ég segi sjálf frá. Þegar þú varst að leita félagi, og fannst eitthvað fasteignir, eitthvað svona alveg djús, og getur oft tekið heimilisfangið, farið inn á RSK og leitað að félögum á því heimilisfangi og þá ertu að reyna að finna hvar tengdir aðalar eru saman með og ég minn þetta hefur oft komið í gegn eins og við getum sagt að, þú veist, bíóhúsin hérna, eina fyrsta ásetningan sem við tókum fasteignir í öðru félagi sem að genga ágætlega og fleiri félögur svona kreditinfo leysið þetta á núleitni officially búið að leysa þetta spara manni svo mikið tíma til að fara netið allt já, þú getur ítt á eigandan og þá sérðu bara strax hvað viðkomandi er tengdu mörgum félögum þetta gjör sennilega brilljant lausn já, og þetta er mjög þægilegt bara upp á að sjá eitthvað svona eignamynstur því miður erum við að sjá þetta núna eftir síðast ásetningu en menn eins og við náttúrulega stöndum í þessu reglulega bara fáum einhverja hugdættu bara úr þetta fyrirtæki svo fer maður von í kannu hóluna og er búin að bara mappa upp veldi hjá einhverjum aðila sem maður veit ekkert hver er já, og börnin og eitthvað eins og þú varst að gera daginn í hvaða leikskóla þau væru og það fannst mér svolítið mikið sko. Mér fannst það á mikið þetta er ekki með þetta rugl, þetta er bara rugl hjá Issanum, það er Issi í kallinum í dag þetta leysir heilmikið vanda við rannsóknarvinnu samanlega því kreditinfo skráðu ykkur strax í dag ekki seinna en í dag nei. En sko
Yngvi, þú ert með einhverjar góður umfjallanir. Ég er með opni reikningar ríkisins. Ég meina ógeðslega langa, þannig að það er bara spurning hvernig þú vilt hleypa mér að, sko. Sko, eigum að fara í opna reikningar ríkisins eða viltu taka fyrst, sko, ég er með svona smá þema í opnu reikningum ríkisins í dag. Ég veit að hafið myndi vilja vera með í opnu reikningum, þannig að leifum þeim að koma stað núna. Hlaðborð af ánægju, fiski og í dag er föstudagur langi, veit ég hvort fiskbúðin sé opin, en í guðanabænum þá er ykkur saltfisk páskana. Þú veist, það er sísonið fyrir saltfisk, eru páskar og jól, Portugal, Spán, Ítalía og öll okkar framleiðsla yfir vertíðina hér heima gengur út á að selja á þessum 2 tímum. Þannig að dagurinn í dag er hinn fullkomni dagur til að rífa upp saltfisk, léttsaltaður, þungsaltaður. Þið sjáu það. Ólífólía, ólífur, sólþurrkaður tómatur inn í opn. Stöndum vörðum íslenska sjávarútveg og verslum í hafinu. Já, kaupið saltfiskin þar. Ekki spurning, þökkum hafinu kærlega fyrir nágrannar okkar hérna í Hlíðarsmárunum. Rétt. Sko, ég er með þema í dag, opni reikningar ríkisins. Við erum nýbúin að ég kom með æði fyrir þessu orði ristna. Já. Eftir að Margrét kom til okkar, skattalögfræðingur. Já. Og ekki það, maður hefur alltaf vitað þessu orði, en ristna, við fórum aðeins í dýpri skilgreiningu á því. Þannig ég ákvað, eða sko, hluta til, ég með búin að filtera niður, febrúar niðurstöðu liggja fyrir í opnum reikningu ríkisins. Það er bara, við erum allan febrúarmánu núna. Ég tók febrúar og var að skoða hvaða ráðuneyti og stofnanir voru að nýta sér ristna eða ristnu og og líka fundakostnað annað. Sko, ég fór nú alltaf bara að byrja á Dominos. Byrjum alltaf á Dominos. Já. Það var reyndar ekki ristna, það var mikið bara matar þessi hefðbundnu keyptar máltíðir og kaffiveitingar. Dominos, 419.000 krónur fóru úr ríkisstofnunum til Dominos í febrúar. Bara 400.000? Já, það er óvinni lítið, sko, en þú varst náttúrulega að segja mér að það væri búið að það er einhver sem leita því líka að það væri búið að taka út einhverja stofnanir ég er með djús eftir þetta varð eitthvað opna reikninga opinberara heldur en opinbert. Sko, það fylgdi nú reyndar ekki sögunni hvort það væri eitthvað hvort það væri eitthvað shady á bakvið það. Já, en ég fekk sem sagt að þetta er í rauninni valkvætt meðal stofnana og mér skilst að það verði hvað er að gerast með fucking Messenger að geta ekki lesið þetta. Er stóri lekin, er hann yfirvofandi, er komið að þessu, er komið að stóra lekanum. Hugsaðu hvað eru margir kvíðnir bara, kláraðu bara þennan stóra leka og þá er þetta bara búið. Sko málið, við vitum ekki hvenar, en við vitum að hann verður. Já, þú veist, þetta er bara einhver trúa sem er bara, þá verður við bara öll jöfn fyrir Guði, þegar allt þetta kemur. Sko, besta setningin tengt opnu reikningum sem að mér var sagt er ég sagði þessa setninga aðan Jesús, hvað er að gerast með mér? Já, opinber innkaup er í besta falli kærulaus og versta falli saknæm og það er víst alveg þokkalega algengt að stærsti viðskiptavinur stofnana sé 0 fór kennitala og þá er byrgin hvergi skráður. Nei, svo er annað sem hefur verið að gerast sem að það er örugglega rétt hjá þér, það er út að vísi er að þetta er held ég nokkuð valkvætt hjá stofnunum að gefa þetta upp eða ekki. Já, og það var einhvers staðar á Twitter daginn verið að bauna á einhvern fyrir bara að hafa tekið sér út af opnu reikningum. Þannig að aðhaldið hans Bjarna sem átt að vera fyrir stofnana það er ekki að ganga eftir. Þau bara einhvern veginn litu fram hjá því og þannig að þú veist þetta er ekki öll sagan inn á opnu reikningar. Skilst mér, ég meina gerið einn greiningar, do your own deal. Já, do your own deal hérna, en þú veist, ég meina ég gerir fastlega ráð fyrir því að sömu fyrirtækin gefi upp allar fæslur, sko, við förum hérna í Jómfrúna, úr Dominos í Jómfrúna. Já, þú veist, punkturinn er þessi, með Dominos, hvað er þetta margar stofnanir? Þetta voru einhverjar 15 fæslur, held ég. Já, en sér ekki niðurgreiningar á stofnanir? Jú. Já, hvað er þetta margar stofnanir? Ég bara er ekki með það fyrir fram. Nei, ok, punkturinn er þessi. Hérna er þetta. Þetta eru barna- og fjölskyldustofa mikið, fiskistofa, lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, rannsóknarmiðstöð Íslands, ríkislögreglustjóri, utanríkisráðuneyti. Þetta eru 6-7 stofnanir? Já, þú veist, það gæti til dæmis verið að sýslumaðurinn hérna í Kópavogi eða eitthvað hafi keypt Dominos fyrir 10 milljónir. Já, en það er ekki skráð. En byrgin er skráður
0 og þá þetta ekki tengt við Domus. Ég skil þig. Það tricksið. Þannig að opni reikningar mættu núna fara að byrta 0 og þá sjáum við hvað stórt. Við köllum eftir því, þetta bara aðhald, ég meina, þetta okkar peningar, við hljótum að... Ég meina, það búið að taka tollin á Hagstofu 10 ára leirta, það verður ekki ennþá verið gert. Annað önnur eða þriðja mikilvægasta tegundir sem við flytjum út. Það út af því að alltaf bara hægt að setja annað, þú veist hvað skrá, annað. Sko. En allavega, það sem skráð hérna, ég ætla að halda áfram með ykkur, förum yfir í Jómfrúna. Ég ætla ekki að hrútskipta fyrir mennsplaina þetta. Það eru 269.000 krónur í heildina yfir febrúarmánuð. Þarna stærsta einstaka færslan 74.560 krónur frá forsætisráðuneytinu undir útgjaldaflóknum keyptar máltíðir og kaffiveitingar. Ok, svo erum við með hérna Kastrup, 127.200. Mennta- og menningarmálaráðuneytið virðast hafa gert sér hérna glaðan dag 47.170 krónur skráð sem fundargjöld. Svo kemur hérna Þjóðminjasafn Íslands 80.030 krónur. Það skráð sem ristna. Talandi ristna. Þannig að Þjóðminjasafnið sko... En þetta þá að fara að telja inn í jólagjafnar loka ás eða kannski skatturinn svarar því? Já, það einmitt, það sem að það ekki í málið að ristna fallið undir það í rauninni sama flokk? Jú, ef þú ætlar að vera samkvæmt sjálfur sér þá verða tína allt til. En svo hérna apotekið, apotekarrestaurant, þar Menntamálastofnun 83.280 krónur, það ristna. Vogon, ég sé Orkustofnun hérna. Já, það í alvörunni. Já, 6.230 krónur fundargjöld. Þetta hérna 28. febrúar. Býtu 6.000 kall? 6.230 fundargjöld. Þannig að það bara einhver eitt starfsmaður Orkustofnunar. Já, tveir, þú veist. Tíðkist að vera með Vogon á fundi. Já, ég skal ekki segja. Alltaf sé fyrir eða eftir ég bara treysti því að þessar skráningar séu rétt setta fram. Já. Kopa restaurant 46.450 krónur, það Háskóli Íslands ristna, haltuðu nú grillmarkaðurinn 80.253 krónur, Háskóli Íslands enn og aftur með ristnu. Kemur þetta óvart að hluta að reikningnum þar eru dráttavextir 663 krónur, það hefur einhver sofið á verðinum í bókasteildinni þar. Já, payday, gengi á það. Sko, Reykjavík Cocktails EHF 716.250 krónur og það Háskóli Íslands og það ristna. 22. febrúar var árshátíð eitthvað þannig eða hvað? Cocktailskóli Íslands Reykjavík Cocktails EHF. Áhugavert. Hvort að, þú veist, kæmir ekkert óvart eða það hefur verið árshátíð þarna, þetta allan að fært hérna 22. febrúar. Ég skal ekki segja að þetta á 5. degi sko. Gæti verið svo sem að færslan hafa farið í gegn á einhverjum öðrum degi en sko Háskóli Íslands mér varst áhugavert að bara spá aðeins í þeim því að þau eru samkvæmt opnum reikningu ríkisins með 1,9 milljónir í ristnu í febrúar sem svona, þú veist. Það í lægra lagi eða betra? Já, ég bara, þú veist, ég skal ekki segja, ég meina það náttúrulega... Getur við ekki einhvern veginn fara að reikna ristnu per starfsmann? Já. Það mjög mikið að hérna... Það náttúrulega bara hugbúnaður sem við ættum að búa til fyrir skattin, þannig að fólk viti nákvæmlega hvað ristnu per starfsmann. Þetta búið að vera heitt í umræðinni, sko, en þú veist, Háskóli Íslands náttúrulega með mörg 100 starfsmenn, sko, og bara svona ristna ef við förum í skilgreininguna. Þau voru náttúrulega með einhverja kostningar í vikunum líka. Þetta bara samkvæmt reglugerð.is ristna vegna atvinnurekstrar. Það sá kostnaður sem lagt til að ljúka viðskiptum, afla nýrra viðskiptasambanda eða halda þeim við. Þetta sem sagt svona frádráttarbær ristna þarf að beinast að aðilum sem ekki starfa við fyrirtækið að tengjast því með öðrum hætti svo sem stjórnarmenn eða hluthafar. Þannig ef allt rétt, þá væri í rauninni einhver hjá HÍ hefði þurft að tilgreina þessi starfsmenn fyrir þessi viðskipti. Er það ekki? Ég þekki það ekki. Ef allir alltaf vera samkvæmt sjálfur sér. Er það ekki? Jú, en það náttúrulega... Við erum það ekki og við erum ekki komnir hér til að vera samkvæmt sjálfur okkur. En þú veist, þetta áhugavert. En hérna, já, þetta var bara svona á hundavaði yfir opna reikninga ríkisins núna. Við gerum þetta nú reglulega. En þetta var allur febrúarmánuður eins og að leggur sig. Það er náttúrulega miklu fleiri færslur þarna. Ég bara svona tíndi út góða móla. Þannig að hérna, já, Háskóli Íslands var dálítið umsvifamikill hérna í ristnunni í febrúar. En ég skal ekki segja. Ég held samt sko, og til að tala um gúrkutíð, stærsta fréttin síðustu viku og þessari, og ég setti þetta á Twitterið mitt, er þessi breyting á búvörulögum í síðustu viku.
Já, byrju hvað hérna sem basically ekki bændur brjálaðir? Nei, bændur eru hoppandi kátir. Nei, já, nei, það var verið að gefa afurðastöðum í landbúnaði undan þá frá held í samkeppniseftirlitinu sem að mun og verðákvörnum og öðru með einhverjum takmörkunum segja framsóknarmenn sem var kannski ágætt að fara bara í frí í næstu kosningum. Ég var að tala um annað hérna. Katrín lét bændur heyra það eitthvað yfir einhverju. Já, það er eitthvað annað. En sko, ég fór nefnilega skoð til að vera að vísa í þetta sé gott fyrir bændur og neytendur og ótrúlega þetta hafi setið á hakanum allan tíma og til að sama á gert í mjólkurinn 2004. Og ég fór að spá, hvað gerðist 2004? Þetta gerist. Einkavæðingin að hefjast, maður? Nei, sko, ég veit ekki hvort ég engavæðing. Það voru, tökum bara smá sögurskýringu. 1989. Uppsving 2004 í því. Já, en kannski ekki landbúnaði. Nei. En 1989, þá voru 18 afurðastöðvar á landinu fyrir mjólk. 18? Já, inntöku, vinnslu og að búa til mjólk. 2004, þegar lögin fari í gegn, þá voru 9. Og þetta er mjólkursamsalinn í Reykjavík. Mjólkursamlagið í Búðardal, mjólkursamlag Ísfirðinga, mjólkursamlag Húnvetninga, KS, Norðurmjólk Akureyri, mjólkursamlag Vopnfirðinga, mjólkurbú Flóamanna, Egilsstöðum og Selfossi. Sjálfsögðu KS þarna. 9 aðilar. Lögin koma sem að undan, þú veist gefa þeim undan þá frá basically bara samkeppniseftirlitinu. Þið megi núna bara saminast eins og eitthvað sýnist. 2 ára seinna er mjólkursamsalan stofnuð, 2006. Allir renna í einn. Og mjólkursamsalan verður síðan endanlega held ég má segja fullkomin í janúar 2007 þegar Norðurmjólk gengur inn í sem var þá hérna stærsti samkeppnisaðilinn fyrir norðan. Og var það síðasti? Já, þú veist, ég þekki mikið alveg nógu mikið mjólk til að vera að segja hvað var stærst og ekki. MS er náttúrulega algjör endakall, sko. Já, MS í dag er 80% eigu Auðhumlu, SVF, LH eða eitthvað sem er eitthvað samlagsfélag og 20% í eigu KS. Þannig að þú veist, þarna sjáum við að einokunarrisi var til á 3 árum og þá velti maður fyrir sér ok, núna er sömu lög að koma fyrir allan annan landbúnað, hvað er að fara að gerast? Hvað eru, Ég held að innan 3 ára þá verður til kjötsamlægi SS, Kjarnafæði Norrlenska, KS, Fjallalamb þetta eru held ég 9 aðilar í dag en ég minna, það voru nú einhverja sammenningar byrjaðar eins og Kjarnafæði og Norrlenska og þeir fengu undanþágu til þess að geta saminast hver er alltaf endakallin í öllum samrunum hjá KS á Íslandi? Ertu að spyrja mig að því? Já. Hver er endakallin? Já, hvern þarft að komast í gegnum til að klára kaup? Samkeppniseftirlitið. Já, nú er búið að henda því til hliðar. Hvað gerist þá? Þá allir þau fara ekki að leika lausum hala og saminist og axlist og... Ég held að það sé 100p. En þú veit eins og með MS, það hefur náttúrulega komin með fleiri sjálfstæðar svona... Arna er örgulega eina samkeppnin, Bíóbú. Já, Bíóbú, það er sér. Og Arna. Já. En það kemur upp seinna. Fyrst verður til einokunarrisin, allir saminast. En þú veist, þetta er bara svona fabulering annað sem er áhugavert, velta fyrir sér ég hringdi nokkuð símtölu í gær fyrir Twitteru mitt ég er reyna að vera virkur á Twitter og geta heimilda alla þína 8 fylgjendur Já, mínir 8 fylgjendur, þau kunna með þetta Já, reyndar ekkit sérstaklega en ég hef mikið áhuga á þessu fyrir 2 eða 3 vikum þá var, nú kemur samsæðiskenning Þú þyrftir að fara að gera svona pólinn á Twitter og vera að byrta það í þættinum Ég var alltaf að gera pól Nú kemur samsæðiskenning Það var skipt formann bændasamtakana fyrir 2-3 vikum Var einhver aðdraðandi að því? Ég var ekki að fylgjast með því, sko Nei, pínu spes Þeir skipt aðstamann í brúnni Í kjölfar í rauninni stærstu lagasetningar í landbúnaði í mörg ár Menn spyrja sig, var hann með á móti þessari lagasetningu? Vissan af henni? Allavega, nýr maður í brúnni Lögin komu, hérna, ég held að þau fengi gildistöku síðasta 5. dag Eftir á Þau komu úr nefndinni sólarhring áður sem er eiginlega bara sögulegt Þetta hefur aldrei verið afgreitt sem fljótt Hvað er forsætisráðherrann okkar? Hún er erlendis þegar þetta er keyrt í gegn og menn er í rauninu svolítið að vakna það hvað í anskotanum voru að keyra í gegn sko. Þannig að einhverju að benda á þetta muni bara ekki halda þetta fekk ekki nógu góð umræðu Viðreist, Samfylking, Píratar voru vissulega á móti þessu og réttilega mér finnst það alveg galið og ég er búin að vera að leita dæmum út af því að sagt sko þau fá tækifæri á einokun sem á að gagnast neytendum og bændum og ég talaði við gervigreindina hvenær í sögu heimsins hefur það hagnast neytendum að vera undir einokun frá framleiðanda ég meina þú veist og gervigreindin kom ekki þú veist hún kom með svör úr utilities eins og við sjáum með HS Veitur
held ég hérna ON, Rarik að þú veist, utilities companies eru með hérna svæðiskipta einokun út af því að það er mikil fjárbinding og það myndi ekki make a sense að 2 aðilar væru að fara í sömu fjárfestingu á uppbyggingu og innviðum og það ætti að vera neytið til góðs veit ekkert hvort sé rétt ekki en það er erfitt að finna dæmi fyrir matvæli þar sem þú ert að gefa framleiðendum þennan kost og það á að hagnast neytendur líka sambarlegt með MS og það var bent á það mætti taka saman núna verð á smjöri, mjólk, rjóma þessu helsta er það umfram verðlag, eldir það verðlag Vangaveltur en sko þú varst að tala hérna meðan Milei vinn okkar frá Argentínu þar var kjöt í einhverju svipaðri stöðu það var ríkis hérna, styrst bara sko vandamáli í Argentínu var að sósíalistarnir í vonum að halda verði á kjöti lágu fyrir heimamarkað og það er svo mikið neysla á kjöti þá settu þeir tolla og kvóta á útflutning byrjuðu að reyna að verðstýra nautakjötsverði sem að byrjaði á endanum að hafa áhrif á að þeir fengi ekki hæsta verðið út af því að markaðurinn spilaði náttúrulega líka bara inn á það og það á endanum hérna fokkaði bara upp argentísku nautakjöti til lengri tíma litið sko. Hvað er það annað en verðstýring bara þegar einn á alla markaðin sko? En það hagnaðist neytendum en ekki framleiðandum þú veist, þetta er alltaf á kostnað annars kost það er punkturinn minn, hvenær hefur einokun eða svona stýring orðið báðum til góðs það er góð pæling sko já, ég langar reyndar aðeins að spóla ég held að það sé í Nýja-Sjálandi en ég á eftir að lesa mig til að mér þetta er áhugavert að sjá ef allir kjötframleiðendur saminast sko ég meina, svo er annað í þessu þetta er það umdeilt að menn eru strax farin að segja heyrðu, þetta mun bara vari 1-2 ár þessu verður snúið eftir við í næstu kosningum eða eitthvað ég held að menn séu bara á 16 á hlaupabrettinu að reyna að kaupa núna sko. á 16? Já bara, þú veist, bara áður en þetta verður kert aftur í gegn við þurfum að fucking kaupa sko. Við erum bara með frían glugga já sko, þess að sóma samlokur veitingastæri Reykjavík selja þetta, við erum bara að kaupa einhvern framleiðanda aðra, ég veit það ekki spennandi að sjá hvernig ég meina að þið geti haft eitthvað skoðun á þessu en hvernig landslagið verður þetta er mín skoðun að ég held þetta að vera risamál og mín spá er að það verði sammenningar í þessum prósess. Já, er þetta ekki jafnvel bara heyrðu það fyrst hér sko, þetta er svona ég var ekki búin að spá í þessu sko. Nei, ég lá yfir þessu. Landbúnaði kall sko. Já, ég stend með íslensku landbúnaði. Landsbyggðar maður. Leiðan losnar miðstýringunni. Já. Heyrðu? Já. Annað náttúrulega, skulum sjá, SS var 20% niður þarna í fyrradag. Hefur þú eitthvað flettið mig upp núna? Hvernig? Já, það er ennþá 20% niður í 300 skona veltu. Já, það eru 20% niður í dag, já, þess að, já. En þú veist, við erum að tala um að það gæti bara komið valkvætt yfirtökutilboð í SS. Það eru 20% niður, 2 dagar í röð, sko. Já, ég talaði um það á 20% niður í gær. Það gæti komið valkvætt yfirtökutilboð án fyrirvarum samþykki samkynnsættlýsins. Ég er ekki bara réttu tími til að kaupa núna. Já, ég er ekki frá því. Ég meina 20% í gær, 20% dag. Þetta er alveg discount. Þetta er samt sko, þetta er alveg pæling. Henda sér inn í SS bara og láta kaupa sig og ekki fjárfestingar á gjöf en ég er svo fokkin langur sko shit, hvað er að gerast á íslenska markaðnum sko þetta er allt rauðglóandi sko já það er svo það er já heyrðu, ég er búin að tala núna um enn landbúnað það var nú bara útudúr þetta bara lág á mér þetta er skemmtilegt, enga síður en með okkur að sjálfsögðu smart frá Öskju í sæng með Sigurvera Yngvi, maður er farin að heyra þetta óma götu bæjarins þessu slangri hefur verið kastað að mér og ég hafði gaman að því já. Bara í spytnu einhvers staðar á Snorrabrautinni já, það var reyndar á Facebook og maður sem sagðist mögulega vera á leiðinni í sæng með Sigurvera að kaupa já. Þannig að þú sér það við erum áhrifavaldar þetta hefur ekki verið svona einhver klúr bara Nei. Reynda að lokka yfir í sitt líð og... Nei, þetta var ekki þannig sko Svolítið flottur þarna í þáttunum Þetta var ekki þannig, en við hvetjum ykkur að sjálfsögðu til þess að kíkja þarna líka annað kíkja upp á Krókháls, ég ætla að segja Lyngháls Krókháls, kíkja á Smartin, þetta eru alveg geggjaði bílar og annað, þau voru að lækka verða á öllum Kia-bílum þannig að, þú veist, ef þú ert ekki sáttur með Smartin þá er Kia þarna bara í næsta rými Já, bara svona, kíktu yfir allt í lagi að gjóta auga á honum, sko en Smartin náttúrulega sjálfsögðu Það er engin refur í Kíunni Okkar bíl, nei, og ef þú vilt ganga alla leið þá fer ég bara Abusinn
exit bíllinn, þetta svakalegt. Við vorum með þessa, já, ég held að þú hefur ekki fengið, fékkst þú Brabusinn? Já, ég fór á Brabusinn. Já, þú fórst á Brabusinn. Já. Þessi bíll eitthvað annað, sko. Farið og prófið hann. Ég meina, krakkarnir eru ennþá að tala refin í mælaborðinu. Þannig að fjölskyldufólk helgina, ef þú vantar afdrepp, kíkja þarna. Ekki spurning, þökkum smartinum fyrir, sko, Payday líka, svona, verðt að minnast á Payday núna. Já, ef ég ekki búin að posta í grúppuna, þá það mín ábyrgð, en ég fór í vikunni með kampaðisflösku. Fórstu með hana? Já. Þetta eru 2 strákar, ég þekki nú einhvern annan, kannast við hann, Jóvan, fótboltamaður, hann var held ég alltaf í Víking, var í Hetti eitt sumar og vinnur hans Adrian, þeir eru með nýtt sem heitir held ég Vera Heildsala og já, þið heyrðu það ekki fyrst hér, þeir eru, nei, hvað er að gera? Viðskiptaunum 5.000 hjá Payday. Já, viðskiptaunum 5.000 hjá Payday. Payday kom upp í yfir 5.100 núna, þetta er alveg lígina líkast. Hugsaðu þér fokkin vöxtinn, sko. Já, þetta er svakalegt og bara eiga það vel skilja, en það er þetta langþægilegasta lausnin hann úti, að þú ert á leiðin í business, að þú ert, já, bara einhver verkteki með nokkur örfáverkefni, Payday, alltaf Payday. Langa einfaldast. Hugsaðu hvað er einfalt að fara í business í dag. Þú færð hugmynd af vefverslun, þú heyrir í Teija, Þórhallur Kári hringir, fer yfir þetta með þér, þú getur þetta. Þá stofnar þú reikning hjá Payday til þess að geta tekjufært allt í takt við Teija. Svo ertu með einhverja vefverslun, svo farið spiltan lögfræðing til að gera samþyktir og allt það. Öll bara línan. Já, eina sem þú þarft að kunna gera er að selja sjálfur, sko. Það er basically bara að redda öllu. Allt hitt eiginlega bara liggur við vasan heima þér. Frábæra reiknivélarindin og Payday sem ég vil gefa sjátt með opinber gjöld og lífeyrissjóð og fleira. Þakkum Payday kærlega fyrir samstarfið. Hugsaðu hvað smartin er líka góður í að fylla á. Það voru að skuttla í búðir og eitthvað svona. Já. Geggja að vera á rafmagnsbíl í því. Afbrás bifreið fyrir slíkt. Já. En herðu, þú varst með einhverju umfjöllun. Ég er með rosalega umfjöllun. Þetta verður langur þáttur. Já. Sko, og ekki bara að vinda mér í þetta. Já, reyndar að vera mættur annað eftir kortir. Ég áttum á því núna. Nei, þú skalt fresta því. Skulum sjá. Þegar ég segi skíða, hugsað þú þá bara frúna og fara heima. Já, einmitt. Ok, áfram. Skíða? Já, það eru páskar. Það eru náttúrulega allir að fara að skíði. Hvað varst þú að hugsa? Já, bara það sem allir eru að hugsa hérna. Já, bara skíða. Okay. Jæja frú, nú förum við upp í Bláfjöll að skíða. Já, einmitt. Sko Whale Mountain í Bandaríkjunum setti met í janúar. Whale Mountain? Já, þetta er eitt stærsta skíðasvæði í Bandaríkjunum, í Colorado. Dagpassin þar seldist á $299. Þannig að þú mátt fara á gengi.is og reikna fyrir mig. $299. Hvað kostar að fara á skíði einn dag í Whale Mountain? Það er svakalegt. Er það gegnum gangandi eða er það bara í þessu tiltekna fjalli eða? Sko, þetta er að hæsta sem hefur nokkuð maður rukka fyrir að renna í púðrinu í Colorado. Þetta er svona 40 skall. Já, og vandamáli er, ég er með mjög amerískt þemað skíðadæmi í dag. Skíðamenn í Bandaríkjunum eru eins og er hættir að láta háverð koma sér óvart því dagsmiðin í Beaver Creek og Utah var komin í 299 áramótin. Þannig að þú veist bara verðið fyrir að fara einn dag á skíði í Bandaríkjunum $299. 40 skall. Já, í þessum tilvíkum. Auðvitað eru náttúrulega einhverjar ódýrari. Sko, þrátt fyrir þessar látlausu hækkanir sem hafa verið síðastliðin ári, kemur smá meiri sögulega skýringar, þá talaði að 11 milljónir bandaríkjamanna stundi skíðin. Og það er upp frá 10 milljónir fyrir 2 árum og heimsóknir telja 65 milljónir. Þannig að nú máttu reikna hvað er það meðaltali per haus. Hvað, sagður, 11 milljónir manna fara 65 milljónir ferða. Er þetta ekki 6-unum? Þetta er basically bara það. Þetta er 5,9. Já, og sko, umfjöllunin er eftirspurnin er semst aukast. En hvað getur við sagt framboðið? Nei. Framboð á nýjum skíðasvæðum í gjöröllum Bandaríkjunum hefur ekki hreyfst í 40 ár. Það er bara það. Er það í alvörunni þannig? Hefur bara ekki komið ný brekka í 40 ár? Nei, og ef þú hugsaður það, hvenær kom ný brekka á Íslandi? Já, það er mjög góð punktur. Og málið er þetta að fyrir 40 árum þá var hérna ok. Sko, fyrir 40 árum upp á 1970, það er mér að segja 50 ár, sko. Já, það eru 50 ár. Þá voru 700 skíðasvæði í Bandaríkjunum. Áratug síðar, semst upp á 1980, 40 ára síðar, þá var eiginlega allt besta landi undir skíðasvæði upprunnið og með kröfum frá náttúruverndar sinnum
Við eigum þeim mjög margt að þakka. Á þetta að vera óumhverfisvænt eða bara eitthvað að spilla náttúrunni? Sko, umhverfisvæntarsinnar og reglugerðir hvað má og má ekki þjóðgörðum gerðu það að verkum að var alltaf erfiðara að skipuleggja nýtt svæði fyrir skíði. Okay. Og varstu eitthvað dottinn inn í hestaklámið eða? Nei, ég hef alveg látið það vera. Já, Yellowstone, geggjað þettir. En ef ég að skemma fyrir einhverjum þá semst hluti af plottinu í einni seríunni snýst það að ríkir fjárfestar frá LA og New York að reyna að skipuleggja skíðasvæði í kringum búkarinn hjá John Dutton. Ef þú átt land og það vill svo til að það bara mjög góð brekka á þessu landi. Hvað ætlar að gera við fuglana sem eru búið hann í 100 ár? Já, en þú veist, þarf ég alveg að fá eitthvað sérstætt leyfi til að opna bara skíða? Það lítur út fyrir það, því að það hafi ekki verið opnaðar nýja skíðabrekkur tæplega 30 ár og þeim fer bara fækkandi. Sko, með þennan fjölda það þarf að kannski uppfylla einhverja öryggiskröfur og annað, en bara að taka það alvöru umferð, þetta bara sé ekki hægt. Finnst mér svona full langt gengið, sko. Allavega, þau eru 480 í dag, búið að fækka bara statt og stöð úr síðustu 40 árum 50 árum í raun. Já, en með þennan fjölda, þessi 700 sem voru sín tíma og fá tækifæri til vaxtar, þeir sem voru að fara af stað gátu ekkert búið til ný svæði þá gerist það sem gerist svo oft upp úr duftinu rísa þeir sem hugsa í lausnum fyrirtækin sem urðu arbarari með að fjárfesta í afþreyingu, hótelum, gistingu veitingastöðum í kringum sín skíðasvæði byrjuðu að fá umtalsvert meiri tekjur heldur en hinir þannig að það sem gerist, heyrðu, við erum fucking successful hérna þarna einhverju plebbar sem ekki búin að fatta veitingastæðina kaupa þá upp þannig að við tekur M&As, Mergers and Acquisitions 2 fyrirtæki einhverja keðjur í þessu? Já, ég að koma því 2 fyrirtæki í Bandaríkjunum eiginlega ráða markarum samt ekki með meiri hlutan af brekkunum það er Vail Resorts stærstir og þeir eru með 38 skíðabrekkur það eru þeir sem hækkuðu upp í 299 og hinn stóri keppinauturinn heitir Alterra Mountain Company 17 sveiði. Þetta áhverð, ég er náttúrulega minnsti skíðamaður sem hún finnur sko, en að þetta væri svona einhverja skíðabrekku keðjur. Ég hef ekki hugsað svo langt, á Íslandi er þetta bara sveitafélög, Bláfjöll og þú veist eitthvað. Anna, Vail er á markaði og er á fullri ferð því að þeir voru valnir Innovator of the Year árið 2023. Hvernig skrifum maður? Er þetta bara Vaff-E? Nei, Vaff-A-E-L Vail What? Skrifa bara Vail Skiing Company eða eitthvað og við erum að fara þungin inn þarna eftir hennan þátt Sko, það var nú þér líkt samkeppnin síðustu ár hefur snúist að búa til betri háhraðaliftur Vail Resorts, og svona gondolas til þess að flytja fólk upp í brekkurnar á sem fljótast að máta út af það gengur businessi núna fyrir utan allt hitt þau eiga síðan orðið allt í kringum brekkurnar og tekjur af veitingastöðum, drykkjasölu og gistingu eru víst hærri heldur en á skíðasæðunum sjálfum það kemur ekkert óvart Nei, aðeins passana sem eru síðan það sem að breyti tekjumódeli þessar félaga fyrir einhverjum 15 árum árið 2008 kynni Vail The Epic Pass Þýttu það fyrir mig, hinn episki passi Já, hinn episki passi Mig grunar að þetta geti verið þannig passi að þú kaupir til árs og þú mátt vera á öllum locationunum Já, basically Hvað gæti hann hafa kostað? Heyrðu, 2008 kostar hann $579 okay. Ekkert svo mikið og þú fær aðgang á öllum bestu skíðabrekkum Vail eins og ofta þú vilt Þeir seldu 59 passa fyrsta árið sem voru $32 miljónir í tekjur 2016 þá seldu þeir 650.000 passa og 2023 þá voru búin að selja 2,4 miljón passa Já, árspassa Já, þannig að í ár þá er þetta $900 miljón í tekjur Það er svakalega bara af pössunum Ég nú að skoða hlutabréfamarkaðinn sko, þetta er nú búið að lækka þetta hækkaði sko, bara leið og eftir að COVID þetta byrjaði bara... Ég held að skíði sé í fullu svingi sem íþrótt Við sáum það á tölunum frá Bandaríkjunum og ég kem inn á eftir það er erfitt að fá þessar upplýsingar hérna heima fjölda heimsókna og fleira í fjöllin Sko, passin í dag kostar orðið $909 og þeir eru með $900 miljónir í tekjur bara af sölu á pössunum, skilst mér En þetta vekur ekki bara lukku skíðafólki er orðið pirrar og pirrara því að það er svo margir með passa sko, að brekkurnar eru krátið Þetta eru 990.000 manns samkvæmt, þú veist, $909 og þú talar $900 miljónir Þannig að bara veist það þið veit bara hvernig þetta hérna það er hægt að double checka allt ég er búin að ég reyna að geta heimilt 909
En sko, deilt í eins og ég segi, þetta vekur ekki bara lukku. Skíðafólk að vera pirrað. Það svo mikið að gera, allt og margir Þetta bara sama og sprettur upp með aðildakort í, þú veist, World Class eða líkamsræktarstöðvar, þú veist, fólk kvartar, það er ómikið að liði komið þarna og þá þarf bara að hugsa expansion. Já, rétt. Þau geta það ekki. Hins liðin er tenningurinn, litli maðurinn, í smábæðunum í kringum skíðabrekkunar, eru brjálaðir. Skíðasvæðin eru farin að taka svo stóran bita af kökunni að það situr ekkert eftir. Þau eru byrjuð að byggja hótelin, veitingastæðina, allt í kringum brekkurnar. Þannig að fyrir 20 árum þá varstu kannski að skíða og svo fórst inn í bæ að fá þér pizza og bjór. Núna fer það ekkert út af svæðinu. Bara hagkerfið er bara þarna innan þessa marka. Þannig að litlu maðurinn í þessum smábæjum fær alltaf minna og minna í ein vasa og hækkun og húsnæðisverði með auknum fasteignagjöldum og svo er þetta náttúrulega líka bara svona Airbnb bara svæðið svæðin er að hækki verðið út af því að fólk er að koma yfir hátíman og borga ég veit ekki hvað á daginn sko, fjölskyldur sem taka skyndi ákvörðun að skjótast á skíði eiga ekki til orð yfir verðin á dagpassanum Nú ætlum við að fara aðeins til Íslands Dagpassin er $299 árspassin 909 Já, þannig að ef þú ert fljótur að reikna í hausnum þá þarf þetta að vera cirka 4 daga á skíðum á ári til þess að borgi sér fyrir að kaupa Já, í rauninni bara 3 Já Eða þú þarft að fara sennilega í 4. skiptið til að það borgi sig Já, áttu við það Hitt er kannski réttum break-even talið í klukkstundum og mínútum Sko, ég fann hérna fyrir Ísland Hvað eru mörg skíðasvæði skilgreind? Viltu giska? Býtu, sko 7 15 Ó, ok, þó það Ég tók samt bara stærstu, það er Hlíðafjall, Bláfjöll, Oddskar fyrir austan, Stafdalur, Seyðis, sennilegast ekki eitt aðeins stærri og Skarðsdalur á hérna hjá Siglufirði. Dalvík er honorable mention, ég hef farið þangað. Já, ég glemti þeim. Svo er hérna, hvað heitir hérna, Skálafell, eða ekki? Þetta ekki Skálafell? Sko ég er með þetta hérna, já ok, höfum þetta bara rétt, Oddskar, Stafdalur, Ártúnsbrekka, Dalhús, Bláfjöll, Jafnasel, Skálafell. Böggvistaðafjall á Dalvík, Hlíðafjall Kröflulifta, Skarðsdalur, Reiðárhnjúkur Tindastól, Tindaöxl og Dalirni 2 á Ísafirði Þetta er allt fínt hjá þér Já, sko, þú vilt ekki fá reiða skíðamenn á þig og ég er ansýr hættur að það sé það sem er að fara að gerast Þetta er hitt í þessu sporti, sko Já, sko, hjá vinum okkar í hérna Bandaríkjunum þá er vertíðapassin eða árstíðaparti hana Epic Pass 73% öllum tekjum Þannig að getur gengið að því Ég er aðeins búin að vera að skoða þetta hérna og mér sýnist að allar brekkur hér á landi sé á færi sveitafélagana. Verðskráin allavega bera það svolítið með sér því að hún er eiginlega fáránleg. Hefur þú skoðað verðskrána hjá þessu? Nei, það er ekki. Ég er ekki mikill skíðamaður sko. 2 klukkustunda, 3 klukkustunda, þú getur keypt. Já, klukkustundi, hver er að mæla það? Já, þú veist, þetta er nákvæmlega eins og það og væri að fara hún í sund og það væri allar að vera hálftíma eða 45 mínútur. Já, ég ætla bara að kaupa dagpassa. Klukkutíma passa og bara verið allan dag. Þetta er heimskulegt og ég er með ástæðu líka af hverju skíðasvæðin er að tapa á þessu. Svo getur þú keypt hérna vetrakort fyrir áramót, vetrakort eftir áramót. Það eru svona 15 verðflokkar. Svo breytist allt eftir í hvort þú ert barn, byrjandi, öryrki, eldri borgari, allt og flókið. Þetta eru bara svona 1700 mismunandi combinations sem þú getur valið þarna. Já, í flestum tilfellum. Ég gerði verðsamanburð bara núna fyrir páskana. Það er einhver að fara á skíði. Skíða, þú ætlar að fara heima. Já, ég læt skíðin í friði. Veistu hvað 3 klukkustundir í Skarðsdal kosta? Bara þetta að giska. 3 skall? Já, rétt. Okay. Bara árétt. 1000 skall tími? En það er 5640 í Hlíðafjalli. Vetrapassin í Hlíðafjalli er líka dýrastur, 64.750. Það er náttúrulega Akureyri. Basically árspassi, að þú veist. Já, vetrapassin. Já. Og á sama tíma þá er ódýrast yfir veturinn að kaupa í Stafdal, 24 krónur fyrir vetrapassa. Og ég reyndi að slá þessu upp síðan sko, hvað ertu marga daga að borga upp. Og þú tekur Bláfjöll, þar sem að dagpassin kostar 5.940 sem er eitt dæmi heimsku. Af hverju 5.940? Af hverju er þetta ekki bara 5.999 eða 6.000 kall? Já, og hérna vinterpass þar er 51.600 þannig úr 9 daga að borga þetta upp. Skilur þú? Já. Ódýrast er það í Oddskari, þar sem að dagpassin er 5.400 en vetrapassin er 27.850 þannig 5 daga þar. Borga það fljótt upp, já. Annars sem þyrfti eiginlega að taka inn í reikningana er hvað eru brekkurnar opna marga daga á ári? Já, og þess vegna er ég að segja, þú veist, árspassi er rauninni, eða vetrapassi, þetta þýðir þetta bara, þú fær passa alltaf þegar það er opið. Þú veist, þú hefur bara aðgang alltaf þegar það er opið. Já. Skíðasvæðin er ekki opin á sumrin, fjandinn hafa það. Rétt. Sko,
nú förum við aðeins yfir í leikfimina. Ég talaði við nokkra sem fóru á skíði í vetur og þeim finnst annarkvort of dýrt eða ódýrt að fara á skíði. Já, ok. Þér finnst of ódýrt greinilega. Sko, þau vita ekki hvað þeir hafa gott með hana dagpassin í Bandaríkjunum kostar 40 skall. Allt annað level og skíðabrekkum og annað þar. En ein ráðlegging til allra skíðasvæða frá mér. Þetta fjárfestingaráðgjöf. Leggið af 2 og 3 klukkustund að passa. Já, það er verið að svindla á okkur sko. Já, þetta, 100%. Ég myndi skilja að þetta væri kannski, ok, þú kannski með eitthvað ég veit ekki, armband sem nei, sko, ég nefnilega spurði, er þetta ekki bara stýrt inn í liftuna þú bara kemst ekki upp liftuna? Nei, er ekkert eftirlit? Jú, eða þú sér stundum vörð en þeir eru ekkert að tjekka á þessu þannig að in princip þá er fólk að reyna að spara sér 800 kallinn með að kaupa 3 klukkstunda í staðan fyrir daginn og vera ekki nappaður því að hvað gerist þegar þú ert nappaður? Er eitthvað sekt? Nei, þú veist, ég veit það ekki ég held bara að þetta sé óskilvirt það er ekki eftirlit með þessu og það er engin eldast við á sem kaupa þessa passa svo mögulega er einhver komið sjálfvirka liftu, ég veit það ekki sko. En sko, nú ætlum við að leika okkur ef Ísland var að samast á Bandaríkin og ef skíðasvæðin á Íslandi var rekið með Idda í brúnni Issi, hann er aggressív það léttur Issi í þessu sko þetta er bara eins og einar að lendin í playtime is over skilur við þurfum cash short summary dagpassin á Íslandi þurft að vera miklu dýrari í öllum tilfellum shit maður þannig að það sem að ég geri en þú veist þekkjum við traffíkina er óánægja með þetta hérna á Íslandi núna sko óánægjan á Íslandi er einhverju segja að það sé að verða allt og krátið þú veist það er íþrótt í vexti og það er ekkert gert til þess að hækka verðið til þess að íta öðrum úti eða hvernig það er og það er náttúrulega ekki að vaksa þú veist það er ekki verið að opna fleiri skíðabrekkur þannig að einhvers staðar safnast þetta upp fyrir sko, fyrsta verk halda vetrakortin á sínu verði við viljum ekki gera alla brjála hækka henda út 2-3 klukkustundum strax og hækka dagpassan ef ég tek dagpassan upp í 1/3 af vetrakorti eins og í Bandaríkjunum það er sko langflestir væntanlega kaupa dagpassa, er það ekki? Ég þekki ekki, það er ekki upplýsingar ég held að jafnvel sjúkustu skíðavinni mínir er ekkert með einhvern svona vetrarpassa nei, út af því að dagpassin er svo ódýr en á móti sko, svo er ég með það í lokin reksturinn er niðurgreiddur af sveitafélögunum hérna á höfuðborgarsvæðinu þetta eru náttúrulega íþróttafélög eru líka eitthvað involverið ég veit ekki, það er einhver brjálaða skíðamaður að fara að senda okkur en sko, ef við tökum dæmi þá hérna færum í 1/3 ég veit þetta er svolítið excessive að þetta myndi þá þýða að dagur í Oddskarði myndi kosta 9 skall ekki 5.400 ekkert svakalegt, ég meina þú ætla bara eins og skíði ég meina sko en þetta er orðið 80 skall fyrir heila fjölskyldu það er svolítið dýrt ég meina ef ég tala fyrir mig, ég er svona stemningsmaður ég myndi fara á skíði bara svona einu sinni á ári með einhverjum vinum þá áttu bara að borga og ég held að langflest séu þannig og ég held að það skiptir með einhver máli hvort það sé 10.000 eða 5.000 nei, það er minn punktur á móti og líka þekkja kunnahópin skilur við hvort þetta séu meiri hluti bara fólk sem er að koma einu sinni á ári og þetta fólk er alltaf að fara að borga 10 skall eða 5 skall því að það er bara leiðin á skíði sammála á móti sko þá er ég svolítið excessive inn í Hlíðarfjalli þá myndi það kosta 21 skall dagur þar erum við að nálgast Bandaríkin hvað er hann sagðuru 8.000 vetrapassin í Hlíðarfjalli er 64.750 þannig að basically deilt í 3 er það 21 skallin sama Bláfjöllin væri 17.200 kall á dag það erðu margir reiðir kjósendur en ég geti staðið að mér þetta munurinn á því að vera sko rekið af hinu opinbera og svo einkafyrirtækjum skilur þú veist, hið opinbera vill reyna að halda þessu lágu og í þágu allra og þú veist þarna úti í Bandaríkjunum er augljóslega bara þú veist bara framtækið skilur að verki og þú veist líka búið að gera almennilegt í kringum það skilur þú veist út með bara djam þarna út með skemmtistað, út með hótel og þú veist, þú sér náttúrulega ekkert svona á Íslandi sko. Já, ég ætla að gefa Bláfjöldu það, þau eru ekki búin að svara mér ég sendi tölvupóst en það má eiginlega áfella sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu sem sameiginlega reka Bláfjöll að það hefur ekki verið birt skýrsla reksturinn síðan 2018 ég reyndi að tala við þjónustuborðið á Bláfjöllum væri það ekki einhvers konar bara ólögmætt vinnubröð eða? Ég veit ekki, en mér finnst þetta ætti að vera opinbert því að eitt í þessu hlýtur að vera félag í kringum þetta
Já, nei, þetta bara á kennitölu Reykjavíkurborgar. Þetta sé bara á sveitafélögunum. Já, þú ferð inn á Bláfjöll og sér þetta, heitir eitthvað sameiginlegt höfuðborga sveitafélaga. En punkturinn gott fólk, það eru fabuleirikar bara í gangi. Já, fyrir utan það, ekki taka sýtla. En sko, Bláfjöll 2018 tekur 342 milljónir, niðurgreiðsla. Árið hvað það er, 2018? Síðast ég fann þetta á VF Garðabæjar allavega. Niðurgreiðsla, 168 milljónir. Þannig að fyrir 6 árum þá vorum við að niðurgreiða Bláfjöll sem nefnir 49% af heildartekjum. Hver var arðsemin af þessu? Náttúrulega enginn, þú veist basically bara til að koma út á núlli. Er það Já, þú veist, þau fluttu einhvern fjárlagshalla á milli ára, sko. Þannig að þetta er basically bara það er ekki verið að þetta er ekki að skila neinn í kassan fyrir hið opinbera. Já, talandu kassan, aðgangseyrir þarna þetta ár 2018 var 117 milljónir. Tekjur af leigu, 25 milljónir. Já, leiga náttúrulega gleymist í þessu líka, sko. Já, hún er sterk. Viltu leiga skíði eða klossa eða hvað það er. Veiting á vörusala var 16 milljónir. En ef þú setur þetta í hlutföll, þá erum við svo langt á eftir eins og því sem er að gerast úti ef að hérna... Það er enga fyrirtæki, þú veist, bara enga framtæki. Það er ekki sami hagur. Nei, en þú veist, það er það sem að þau er að gera vel þarna erlendis, þetta er vissulega hátt skíðaverð en á saman tíma eru þau með allt sem þarf þarna, gistingu, þú veist, þeir eru ítt út í að borða þarna Það er einmitt eitt af því sem að Iddi myndi gera í stjórn Bláfjalla. Ég myndi taka Nesti með, skilur við. Nei, já. Þú veist að Iddi er nýframkvæmdastjóri. Assi tekur alltaf mat, sko. Já, sko, ég væri að láta skipuleggja svona lítil gámahús sem eru svo vinsælt, það sem er gufa þannig að þú getur bara farið í vinaferð upp í Bláfjöll þú bara gistir það er alveg komin tíma á eitthvað þannig svæði þetta á Íslandi og þetta, hvað heitir þetta, après-ski þarna þetta þarf ekki að vera dýrt, ég meina sveitafélögin bara skipuleggja svæði þarna komið fyrir einhverjum 20 gámahúsum svo er þessar gufur og eitthvað svona infrared bara tekur skíðaferð allavega, sko, 2018 þetta after skiing dæmi er náttúrulega gargandi snild, sko þegar maður sér þetta á samfélagsmiðlunum, sko. Það er bara sorglegt að það sé ekki hægt að upplifa þetta hérna heima. Ég sá þetta í Hlíðarfjalli samt sem áður, en það var vist kemur í ljós að vera einhver vísindaferð eða eitthvað. Það verður fullir úlingar, sko. Páskan hjá einhverjum og ég held að þetta sé sport í vexti. Síðastu tölur, Bláfjöll 2018, 68.000 gestir, 73 dögum. Það er meðalfjöldi upp á 939 á dag. Já, byrju, ok, hver voru tekjum það nákvæmlega? 342 milljónir. 342, við skulum bara slá þessu upp. 60, hvað voru, 68.000? Já, 515. 515, bara til að fá meðal, per kunni borgar 4.991 að meðaltali. Já. Og þá er þetta splitta niður á þú veist, leiguna líka og já, það er þetta að deila per gest akkurat, það væri eiginlega betra að taka þetta per dag held ég ekki sammála því, tekjur per dag já, þú veist, það er bara annar metrik, sko já, út af því að sko, út í Veil þá var 73% af tekjunum var staðið undir af vetrarkortsögunum og ég tók þá útreikninga lengur, ok ég fann fréttin í janúar sem segir að það verið 2500 manns í Bláfjöllum í janúar á þess ári sem er sko 250% meira heldur en var meðaldagur 2018 þannig að ef við gefum okkur að það er normið og 73% eru vetrakortshafar ertu með mér? Það þýðir það að 1825 í fjallinu þann dag eru með vetrakort það myndi segja okkur að það eru 675 sem eru bara að borga dagpassan og yttir í brúnni ég ætla að rukka þessa 17.200 ég gefi mér við skulum samt gefa okkur það svona drægi smáur eftirspurninni já, ég með það hérna ef að 80% hætta þá er ég samt með 2,3 milljónir á dag shit, ef að þetta er meðalfjöldi per dag og það sinnur 60 dagar á ári 120 mils pluss 139 milljónir svo tók ég líka varfarnardæmi ég meina því að finnst allt í lagi að borga hvað er það, 10 og 9 í Skylagún það sem var basically bara í sundi með öðru ég hef reyndar ekki farið í Skylagún en ég fór í böðin þarna þetta er normalisera hérna heima segjum að þetta var í góðu skapi og segir bara herru við eltum bara Skylagún bara heill dagur á skíðum er bara eins og 2 tímar í Skylagún það sem var þarna í gufunni og farið bjór og þetta er bara sama þú veist við erum bara með miklu betri upplifun bara í einhverjum polli 10 og 9 80% hætta tekjurnar verður náttúrulega miklu minni en ég gef mér að bara 40% með þetta hætta með þessa verðlagningu þá er ég með 4,4 milljónir á dag og ef við erum með 60 daga ári svona þá
þá var það 264 milljónir í kassan hún sér það sko bara af kunnum sem ætla bara að vera að droppa inn hitt samt, sem við erum að taka inn í myndina það eru einhverju bara fokkin brjálaður upp á töflu núna er að fólkið sem að fara svona það bil 3 sinum, það myndi immediately fara að skipta yfir í vetrarkortin þannig þessi tala það aldrei svona há skilurðu, þú veist bara að gera ráð fyrir þetta séu fólk sem borgar dagpassa já, þú veist, núna þetta bara svona Excel heyrðu, ok, ef við gerum hérna 80% þetta, þá eru svona margir sem gera þetta en fólki sem að þarna, heyrðu, ég ekki að fara að borga 70 fyrir daginn, fyrir ekki að teki bara vetrarpassan og kem oftur þannig að þetta ekki svona hátala eigum við ekki að fara bara í fjármögnunarrand og reyna að finna einhverja brekku jú, það líka annað sem búa bara að byggja hótel og fá einhverja skíðabrekku já, þú veist, ég veit ekki ég meina mætti þetta ég veit ekki nei, það verður einhverja að hafa samband, einhver skíðanöttari við þurfum að komast að því, hvort að við megum bara kaupa land inn á þessu landi bara brekka, fjalllendi hvort að megi bara fokkin enga væði þetta sitt sko annað Bláfjallasvæðið í eigu höfuðborgarsvæðisins og ég held að 59% af gjaldinu greitt niður á Reykjavík og þetta reiknað pör íbúa semst niðurgreiðslan þannig að við ríka fólki í Kópavogi og Garðabæ erum í rauninni að njóta niðurgreiðslu frá Reykjavík þegar við förum á skíði því að það er dýrt að byrja á skíðum þú ert að kaupa hérna skíði, klossa búnað þú veist, fyrir börn þetta er startpakki á 150-200 skall einhver staðar, þú veist, þau eru náttúrulega ekki búin að byrta núna hvort séðan þá verið að niðurgreiða þetta en ég fann hérna Bláfjallasvæði með fjárfestingu upp á 5,6 milljarða á næstu 6 árum þannig að hvaðan þá? Þessum sveitafélögunum hvað ætlaðu að fá þann penning? Já, það er góð spurningin þannig að það var ágætt að ég held í smástund að einkaframtæki væri að vilja nei, ég held ekki sko þannig að sveitafélögun eru að niðurgreiða með við 2018 tölur en hérna þú veist, ég skil bara ekki akkur þetta ekki lengur byrt akkur fæ ég ekki að vita hvað eru margir við krefum svara þarna sko herru, sko, ég þarf nú bara að fara að koma núna þannig bara staðan fyrstaðan langi, ætlum við ekki að taka langan þátt 3 tíma þetta var gríðlega skemmtileg umfjöllun þetta er umhugsunarvert ef það eru bændur og skíðafólk sem drepa mig eftir hennar þátt byrjaðu að senda mig bara message ræðum þetta, það er ekkert heilagt í þessu ég á nú meira svona að djóka með að taka bandarísku verðin yfir til Íslands en þú getur bara senda pingjan en þú getur samt verið sammála meiri því það meikar ekkert sens að vera að rukka per klukkustund sko. Nei, þetta er að fárlega sem ég heirt og þetta er mjög góð samling sem þú segir, bara eins og með sundi sko. Já, sem er ekki að sveita ef einhver er tilbúin að challengea það, af hverju það er ekki jafn heimskulegt, þá bara býja á gest sko. Svo erum við náttúrulega hitt, næst þegar við förum í sund þá bara, ég ætla að fá 15 mínútur, hálftíma þetta er bara líka ætlar bara að borga fyrir innilögina ég veit ekki nei, heyrðu, bara gleðilega páska, kæru vinnir heyrðu, okkur var að berast hérna morðhóttun okkur var að berast hérna núna, seint það var einhver að hlusta þáttinn seint einhver sem var að biðja um að koma með á jommuna nei því miður að þá hann ætlaði að koma með sjampó líka Pítur, hver er þetta? En því miður þá var það slott fyllt til dæla fljótt já, einhver veit alveg gjörspultan það er því sögðu bara hlustendur, bara njóti páskana já, frábæra páska og vonandi skemmta sér sem flestir á skíðum hugsa hvað er að fá þetta ódýrt hugsa út í það þá segjum við það, takk fyrir verið sæl